Ef við tökum síðustu uppfærsluna núna, að þá eru uppfærslur í framhaldi innifaldar. Og það sem rauninni svona verið kannski vandamáli áður það er kostnaðarsamt, það er tímafrekt að fara í uppfærslur. Með því að færa sig yfir í Business Central í skýinu, að þá koma uppfærslur. Þær eru bara uppfærðar. Við hjá Wise sjáum til þess að allar sérbreytingar og aðlaganir eru tilbúnar og Microsoft keyrir síðan uppfærsluna 2 ári á ári. Og svo rauninni Copilot. Það er hægt að gera ótrúlega margt með Copilot. Fyrstu útgáfurnar í Business Central eru svona einfaldari virkni, en það sem að koma núna þessu ári er alveg gríðarlega spennandi. Vegna þess að við erum að komast á þann stað að við getum farið að spjalla við kerfið á sama hátt eins og við gerum með ChatGPT í dag, svona fyrir það sem þekkja það. Við getum sendt inn fyrirspurnir, við getum fengið útskýringar, leiðbeiningar og þetta er gríðarlega spennandi að geta nýtt sér Copilot á þennan hátt.